Sælverði, ég heiti Jóhann og ég er bensínlaus. Ég, eins og einhverjir vita, ég er Tesla-eigandi og hef verið að fá spurningar frá fólki sem hefur áhuga að verða Tesla-eigendur. Sem sagt, hvort að bílarnir bila mikið og svona hinir og þessar fyrirspurnir varðandi bílana. Eina spurningunum er, já, eins og segi, bilar mikið. Minn hefur ekki bilað. Ég er búinn að keyra 75.000 km á 2 árum og 2 mánuðum. Nei, 4 mánuðum, 2 mánuðum og 4 mánuðum. Frá því í lok maí 2015. Og hann hefur ekki bilað og það er svona, ég væri alveg til í að fara að geta komist með hann í alvöru þjónustu bara til þess að fara yfir hann af því að hann er alveg að verða búinn á ábyrgð. Þá þyrfti eiginlega að vera þjónustustöð á Íslandi og það er ekki þjónustustöð á Íslandi og það er náttúrulega ástæða fyrir því, það er ekki nógu margir bílar á landinu. Ég verið að reyna að fá Tesla til þess að sem sagt ákvarða einhverja tölu hversu margir bílar þurfa að vera. Það gengur ekki dóðlega vel, ég þarf bara að halda áfram að reynda að kvappi þeim. En allavega tilgangur myndbandsins er að útskýra af hverju fólk á ekki að kaupa sér Ameríkutípuna af Tesla. Það er náttúrulega ábyrgðarmálin. Það er hleðslumálin. Ameríkutípa styður ekki 3 fasa hleðslu. Þannig að þú ert svona takmarkaður í því í að hlaða. En svo er annað. Superchargerarnir sem að munu koma hingað þegar Tesla kemur loksins. Þeir eru Evróputípan sem eru þá með Type 2 tengi og Ameríkubílarnir geta ekki notað þegar þú ert ekki fyrir þá sem eiga Ameríkubíl nú þegar. Þetta er ekki alveg vonlaust. Þú getur keypt þér CHAdeMO-adapter og hlaðið á hraðhleðslustöðvum ON. En þú getur það líka á Evróputípunni. Þannig að Evróputípan getur meira á Íslandi heldur en Ameríkutípan. Það er annað varðandi þetta. Það er varðandi þjónustustöðvarnar. Því fleiri Ameríkubílar, því hærra hlutar, ég veit ekki hvernig orða þetta. Ameríkubílarnir teljast ekki með. Þeir eru ekki ábyrgð gagnvart Tesla, þá eru þeir ekki til. Það er bara Tesla bara lætur eins og að engir Ameríkubílar sé og telja bara Evróputípunar. Þegar kemur að því að ákvarða hvenær þjónustustöð og hleðslustöðvarnar koma. Þess vegna mæli ég ekki með því að fólk sé að kaupa Ameríkutípur og verð alltaf pirraður þegar ég sé eins og Íslandus og betri bílakaup vera að flytja þessa bíla inn. Því að þetta er bara skemma fyrir öllum Tesla-eigendum á Íslandi. Þetta er ekki mikill sparnaður að kaupa Ameríkubíl. Það er augljóslega eitthvað aðeins ódýrara að gera ráð fyrir, annars verður ekki að þessu. En sá sparnaður er bara út gluggan mjög fljótt ef eitthvað er að bílnum, ef eitthvað kemur upp á. Því að það er engin ábyrgð, þú verður annað að flytja til Bandaríkjanna til þess að láta gera við hann. Eða borga fullt gjald fyrir viðgerðina. Og þú heldur þurfum reyndar að flytja hann til Bandaríkjanna hvort þið er ef svo er. Ég efast að Tilburg vilja gera við Ameríkutípur. Þannig að ég mæli með því að fólk láti Ameríkubílana alveg vera. Sé bara í Evróputípunni. Og svo er annað myndband varðandi aðra rafmagnsbíla. Af hverju, hvaða bílar er í lagi að kaupa frá Ameríku og hverja ekki. Og ég setja einhvers staðar svona link í það. Og
Og svo hérna annað myndband það hvenær, sem sagt, hvaða Ameríkutýpur af rafmagnsbílum í lagi. Já, einmitt. Ég sem sagt Já, takk fyrir að horfa. Endilega gerist áskrifundur og sérið þessu myndbandi einhvers staðar. Við viljum endilega koma í veg fyrir að fólk sé að kaupa sér Ameríkutýpur af Teslum. Það er bara ekki að gera neinum neina greiða. Bless.